bara byrja með fræðslu og kynningafund hérna, eins og var auglýst hjá Rafmend og ég þakka kærlega fyrir boðið frá Ómari á Rafmend að gefa mér tækifæri til að tjá mig mitt starfsemi og viðfangsefni sem við höfum fást við af hverjum einasta degi sem snjall heimili. Þetta náttúrulega koma hans á það eftir nokkra mínútur. Og gerast eitthvað. Það kannski full og þétt dagskrá. Ég mun kannski ekki alveg endilega fara yfir hvert einasta atriði eins og stendur hérna. Enda var þessi dagskrá kannski búin til fyrir nokkrum vikum síðan. En í grófum dráttum ætla ég að kynna mig og fyrirtæki sem ég reka og svo bara fara yfir þetta heilaga orð, snjallheimili. Hvað það? Og svo tala aðeins þörfin og lausnir í snjallvæðingu heimila og fyrirtækja og kannski aðeins að koma inn á hvernig við sjáum hlutina sem getur verið kannski aðeins allt öðruvísi eins og fólki finnst og svo tala líka ávinningin með því að vera með snjallheimili eða hvaða lausnir eru til hvaða lausn það þurfum við að leysa eða getum við leyst og svo tala ég hússtjórnarkerfi. Þannig að þarna líka náttúrulega einn heila grautur til og aðeins að tala það hver muna á þeim. Svo tala ég aðeins snjallbúnað og samskiptatækni. Ég mun alveg ræða samskiptatækni og sambandi við það hvað snjallbúnað á að taka á að nota og svo tala ég aðeins öryggi í almennt. Það bæði við öryggisholur sem gæti skapast með notkun snjallbúnaðins og öryggiskröfur og reglugerðir við notkun snjallbúnaðar. Ég veit reyndar mjög lítið það en það örugglega þetta allavega mjög stórt áhyggjuefni allavega hjá mér. Má sé alls konar myndi á netinu og aðeins að falla það. Og svo tala líka homosexual hússtjórnarkerfi og ástæðan fyrir því einfaldlega að þetta okkar tæki eða kerfi sem við erum að nota fyrir okkar viðskiptavinir. Og ég með svona lítið box hérna sem með þetta á hérna. Þannig að ef við viljum líka geta fara inn á þetta aðeins hérna þá getum við alveg gert það. Og svo lókun náttúrulega mun ég hafa tíma til að svara spurningum ykkar. Ég vona að ég mun ekki tala meira en svona 30 mínútur og þá getum við líka fara í spurningum ræður. En aðeins mig, ég heiti Alexander Eck, ég fæddur í Þýskalandi fyrir rúmlega 50 árum síðan. Minn bakgrunn kannski allt önnur eins og ég fást við í dag. Þannig að í grunni ég húsgagnasmíðar meistari, það bara myndum sem ég hef og ég líka iðnfræðingur og ég með bachelorgráða of engineering í facility management. Þannig að þetta svona sem myndum mín en í dag starfa ég sem í allt öðru og ég búin að vera núna í tölvuiðnaðum eða tölvubransunum síðustu 15 ár. Og starfa það aðalega við þjónustu við viðskiptavina, þannig að ég hef alveg góða innsýn inn í hvað viðskiptavina þarf og tiltölulega góða í því að útskýra flokknun hlut á einfaldan hátt. Það svona minn aðalhæfileiki í dag. Og ég stofnaði Snalllink 2020. Það var svona á COVID-tífum og það spruttu náttúrulega alla veflausna upp eins og ég veit ekki hvað og ég náttúrulega líka. En Snallingur, hvað markmiðið okkar?
og markmiðið okkar að bjóða upp á heildstæðar lausnir sem uppfylla kröfur í dag og á morgun og það bara mjög mikilvægt fyrir mig. Þannig að við erum ekki endilega að sjá, hvað getum við gert í dag eða hvað viðskiptun okkar vill geta gert í dag, heldur horfið líka bara sem heildstæðar lausn, sko. Þannig að ég vill líka, og ég veit líka, í dag viltu kannski bara kveikja ljósum og svona, en á morgun viltu kannski bara kveikja pottunum og vilt bara vera með öryggiskerfi og hitt og þetta, þannig að við sjáum aðeins lengri tíma og reynum að stilla þetta þannig upp þannig að lausnin sem fólk fær frá okkur í dag kannski bara með lítið virkni en getur bara auðvitað líka síðan stækkað og bara steypt aðra lausnum inn í það. Við viljum náttúrulega líka vera leiðandi ráðgjafi við hönnun snjallheimila. Það var svona okkar megin drifkraft þetta í byrjun. Og svo erum við að selja náttúrulega snjallbúnað sem á heimasíðunni okkur, en það ég bara klálega með það markmið að allan búnað sem við seljum þarf að vera skilvirkur, hann þarf að vera áreiðanlegur og hann þarf líka að vera hagkvæmur. Það svona þessi grundvallaratriði sem við erum að fylgjast eftir og okkar markmið að gera öllum kleift að reika snjallasta heimili í götunni sinni. Það að ég hef líka þessa sýn að náttúrulega núna allir að kúska í snjallheimilum en ég með þessa sýn að einhver tíman eftir nokkra ár það vill kannski Pétur Páll líka hafa þennan möguleika á sig sem ekki tæknivettur og þá þurfum við vera einhverja þjónustu aðilar til á landinu sem getur gert þetta. Það kannski ekki í markaðshópinu ekki alveg svaklega stór í dag. Við höfum samt verið með nokkur hús og einhverja sumarhús þar sem við höfum sett okkar búnað í og verið með allan pakkan. En klálega mun það mín skoðun, mun það auðvitað aukast og eftir nokkur ár munu bara fullt af fólki að leita sér eftir lausn sem hafa ekki þekkingu og getu til þess að geta gert þetta sjálf. Það bara þannig. Og við allt saman sem við gerum byggja á framúrskarandi þjónustu og með ávinning fyrir viðskiptavini í huga. Þannig að markmiðið mitt ekki endilega að selja einhverjan búnað sem bara ég veit að hann getur ekki notað eða ónothæfur eða mun vera úrelt eftir einhver ár. Þannig að þetta var alls aðeins mjög snjalling en svo það bara þetta heilaga snjallheimili og hvað það? Ég valdi að sagt allar mín skoðun er svo það ekki endilega það með sagt að ég með einhverja ljósaperu og með einhvert app og ég fer bara í en app og getur kveikt og slökkt á ljósperun og það bara endilega snjallheimili. Það ekki skilgreiningin okkar, þannig að skilgreiningin okkar bara snjallheimili einkennist af sjálfvirkni og getu til að auka notendagildi, öryggi, veita tíma og orkusparnað og upplýsingagjöf þegar þörf á. Þannig að þetta svona þessi helstu einkenni á snjallheimili og ég legg líka aðalega áherslu á sjálfvirkni. Það að segja ég hef ekki trú að því að það sé rosalega snjall að vera einhverjum símanum allir bara kveikja og slökkva ljósaperu, heldur að þetta sjálfvirkni sem gera það virkilega að snjallheimili. Það að segja ef eitthvað gerist og svo bara út frá þeim forsendum gerist á eitthvað annað í staðinn. Og það komum við á þetta næsta þannig að þetta snjallheimi einhvers samanstendur á þessum þremur þáttum. Ég tala stundum þetta þríeiki, þetta var svona rosalega vinsælt á tímum COVID ég sá alltaf fyrir mig hann Þórólf og Viði og svo bara ríkisstjórnin og hver gerir hvað og svo tilkynningaaðilinn og framkvæmdaaðilinn og stjórnandinn og ég hugsa bara snjallheimi bara raunsko alltaf það sama. Það alltaf einhver tilkynningaaðilinn, alltaf einhver nema sem skinna alls konar hluti, reyfingu, ljós, hita, raka, loftgæði, ég veit ekki hvað. Og svo bara einhver framkvæmdaaðili sem gerir þá eitthvað út frá þessum sem hefur nefnandi eitthvað og framkvæmdi getur það verið bara
að hækka, lækka hitan eða kveikja, slökkva ljósaperu eða opna glugga eða taka niður rúllugatuna eða ég veit ekki hvað sko. Og svo náttúrulega þessi heilin, þessi stjórnandi sem það var samið að þetta það var taka á móti upplýsingar frá tilkynningaraðilum og senda áfram í framkvæmdina. Það að segja, hitin fyrir niður fyrir það, eitthvað, á ég hækka hitan en ekki, það fyrir eftir því, er einhver heima? Ef einhvern heima, þá ef einhver heima þá hækka hitan, eða ef ekki þá bara allt í lagi. Einhver svona hluti. Þannig að þetta bara ekki eins einfalt og það þarf einhver að vera að stjórna þessu og þess vegna tala líka bara mikið hússtjórnarkerfi og lausnin okkar sem sagt í raun sko byggt á hússtjórnarkerfi sem heitir Home Assistant, við komum inn að það setna, en það er það sem gerir heimilið að snjallheimili að okkur mati. Og svo líka bara snjallheimili ekki endilega takma við notkun raftækja og getur nýst líka til viðbóta við upplýsingar á veggnum. Þannig að við höfum bara í dag sko ef að snjallheimili ekki endilega bara það sem gerist á heimilinu, heldur við höfum líka möguleika í dag sem við höfum ekki haft fyrir nokkrum árum að alls konar upplýsingar liggja á netinu og við getum komið þessum upplýsingar okkar til okkar. Til dæmis ég segi alltaf golfhitastýring. Það allir rosalega góði alltaf með hækka, lækka hitan með einhvern hitanýma inn í heimilið sitt en sko snjallasta kerfi væri bara svo, við veitum við með veðurspá. Og Veðurstofa Íslands til dæmis, hún gefur út veðurspá fyrir alls konar hluti og við veitum hvað veðurspáin eftir 6, 12, 24 tíma. Þannig að ég gæti búið til kerfi sem bara meðan við það hver tíminn verður eftir 6, 12, 24 tíma. Þannig að sko við veitum líka golfhitakerfið bara mjög dreikt, mjög sent að svara fyrir eftir því hvernig það hannað og svoleiðis, við getum fundið það út. Þannig að við getum nýtt okkar þessa upplýsingar sem eru þarna á netinu, getum við komið þetta inn, sagt eftir 12 tíma að vera -10 gráður eða +5, hækka, lækka, forrása hitan meðan við það til dæmis. Þetta svona eitt svona dæmi sem við getum nýtt okkur. Annað dæmi sem ég oftast að nota til dæmis vegagerðinni, upplýsingar frá vegagerðinni, ef Hellisheiðin lokuðust eða Kjalarnes lokuðust, þá getum við fengið tilkynningar síman. Vegagerðin beiðir ekkert upp á það núna en þarna við klálega með eitthvað í höndum sem við getum nýtt okkur og svo má áfram telja. Við megum líka til dæmis með loftgæðin. Við með fullt af loftgæðingastöðum á landinu, líka á Íslandi og alltaf þessar upplýsingar liggja á netinu sem við getum nýtt okkur og getum síðan taka inn þessar upplýsingar og gert eitthvað út frá þeim. Já, hver þörfin og það tiltölulega langa listi og ég segi bara oftast það þarf alltaf, ég talaði byrjum á, það þarf alltaf vera markmið, það þarf alltaf vera einhvern ávinningur, alltaf einhver hvað ætlaði að gera og hvað það var lausn að geta uppfyllt. Og það fyrst og fremst notandagildi. Það auðvitað þetta cool að geta fæðin síma, geta kveikt og slökkt á ljósinu, en það ekki endilega það sem ég bara finnst svona sem notandagildi, en notandagildi geta líka klálega að vera búið til einhver flotta ljósasenu og þegar ég horfa á myndband eða eitthvað svoleiðis eða hækka, lækka, birtustíð á ljósunum samkvæmt því hvað það úti og svona. Ljósastýringa klálega svona það sem flesti að byrja. En það ekki endilega það með sagt að þetta ljós, það getur líka verið að hækka og lækka gardínuna, það kemur björteina á utan og ég fer bara og stýra samkvæmt því líka. Okkur eftirlit og okkur spartner, þetta líka hluti sem við sem betur fer, ég segi kannski sem betur fer, en eitthvað sem við þurfum ekki að spá í, allavega ekki í dag. En það getur líka verið samt mjög góður punktur okkur eftirlit, ég segi bara okkur eftirlit sérstaklega út af ég gæti þeim líka að koma veg fyrir einhver tjón, það að segja
yfir með einhvern orku yfirlit og veit rafmagnsmagnið fyrir alveg upp í háa loft búin að vera það alveg lengi, þá veit ég ok, hérna einhvern útleyslega stað eða vatnið alveg á fullu einhver stað, þá veit ég ok, einhver stað vatnið fyrir stað, það á ekki að fara stað en hérna það einhvern leiki einhver stað sem ég get þannig sé sko koma veg fyrir og bæði spara pening og náttúrulega orku sem við þurfum líka náttúrulega vera betur því að spara líka orku. Við erum ekki nógu góðir því að mínu mati. Svo auðvitað þetta sígilda hitastýringa dæmi og það getur líka bæði vera sko náttúrulega golfhiti eða opnakerfi sem við þurfum að fást við þar. Aðgangsstýringar, bæði náttúrulega bara mjög gott bara bæði fyrir heimili en líka fyrirtæki, þannig að það getur bara einfaldlega komist inn og líka það til dæmis hver virkilega hvort viðkomandi hefur auðkennt menn eða konur sem koma inn og fara út. Eftirlitskerfi, það líka náttúrulega var mjög oft notað eins og séð með myndavélar og svoleiðis hluti eða til að greina mögulegt innbrot og svo líka bara svona myndgreiningar koma líka meira inn á markað. Það kannski bara minna fyrir snöll heimili en það kannski bara meira fyrir svona fyrirtæki og þeir hafa kannski líka séð svona myndavélar fyrirtæki eins og Hikvision eða Reoling. Þeir búa til lausnir núna til að greina þjófnað eða aðra hluti sem gerast í búðum sko. Þannig að svo líka myndgreiningar mjög góða til dæmis use case fyrir bílnúmerinn, þannig að sko við þekkjum það líka náttúrulega í bílahúsum en það getur líka notast til dæmis fyrir rattlaust fólk eða hreyfihamlað fólk bara vera með kannski myndgreining 1, 2, 3 gera svona og svo bara gerast eitthvað. Þannig að sko sú tækni bara orðin sko mjög góð og líka mjög einfalt implementa. Með að segja svona lítið gæi getur alveg gert það. Portastýringa, eitt helsta það sem allir Íslendingar kvarta yfir sko, við koma því bara inn. Ég segi líka hljóðkerfi, það líka einhvern hluti sem margir eru að fást við. Loftgæði líka mjög vinsælt, allavega það sem ég sjá hjá mér, þannig að það koma margir inn með þessa gröfu, maður getur mælt loftgæði en það ekkert endilega einfalt mál sérstaklega með loftgæði en það getur klálega líka nýst í sambandi við loftræstikerfi til dæmis eða kveikja og slökkva á loftræstikerfi meðan við hvernig loftgæðin eða opna og loka glugga sko, þannig að þetta getur alveg nýst þarna. Og svo bara 2 hluti sem mér þykir sérlega vænt og við gleymum kannski stundum oftast og bara svakalega mikil þörf fyrir eða markað eða bara náttúrulega rattstýringin og það talar sérlega rattstýring með íslensku tungumáli. Og við þurfum að passa það að mínu mati þetta bara mjög mikið. Við missum okkur alveg í Google og Apple HomeKit eða Amazon þannig að við gleymum ekki íslenska tungumáli sko. Og umönnun, það líka hlutur sem bara verða líka stækkandi. Við eldumst mjög mikið og það getur svona snjallheimili eða snjallkerfi bara hjálpa mjög mikið til. Ég ekkert endilega að tala að sko í þessu sambandi meðan við sko að klæða fólk eða hjálpa þeim í að gera svona þessi daglega þörf, þetta líka svona að búa til svona hegðunarmunstur. Þannig að ef ég væri með mömmu minni inn einhver stað að vissi af henni einhver íbúð í Kópavogi eða Hafnarfirði og hún býr ein þar, þannig að ég get bara að vita það, ok, hvernig fer hún að fætur og ef hún fer ekki að fæta fyrir henni eftir 10:00 þá bara reyni að vekja hana eða læt vekja hana með einhverja láta spila tónlist eða kveikja ljós eða svoleiðis hluti. Þannig að þetta getur líka hjálpa þeim að sko vera með meira hvata að hreyfa sig og gera ákveðna hluti. Þannig að svona lausn getur líka alveg koma vel inn og
og líka fólk dettur það líka einhver stað að senda tilkynningu á aðstandendur og svoleiðis. Þannig að þetta já, að mínum mati eitthvað sem verður og getur náttúrulega uppfyllt margar kröfur. Og eins og ég sagði áðan bara markmið Snellings að bjóða upp á heildstæða lausn sem uppfyllir kröfur dag og morgun og það lausnin okkar á alltaf að geta uppfyllt alla þessa kröfur hérna. Þannig að fólk kemur til mín og vilja reyna að selja vilja bara nota öryggiskerfi, segjum svo, eða bara ljósastýring og vill spá ekki neitt annað, þá segir maður annarkvæmt fara bara í Ajax, þeir geta bara miklu betur og einfaldara heldur en ég gerir, eða fara bara í Hue, það bara miklu einfaldara og betur hérna eins og ég gerir, en eins og segir, sko, við sjáum þetta út frá heildstæða lausnin og erum ekki einhverjum eiginlausnin sem ég kannski kem betur inn á hans og eftir. Já, hússtjórnarkerfi. Ég talaði þessi miðja, þessi stjórnandi sem samið alla þessa þætti og það alltaf bara alveg hauga til og það sem ég nefna hérna kannski bara brot sem öðlega til og ég þekki ekki allt saman alveg út í eitt. En það kannski bara það sem við svona stærsta munurinn náttúrulega á svokölluðum buskerfum og það sem svona snöllkerfum sem við kannski þekkjum í dag sem byggir meira svona á þráðlausu tækni. Og þessi buskerfi sem náttúrulega sem þið kannski þekkir líka flesti bara eins og KNX-kerfi, það svona kannski þekktasta Free at Home og Gira Enet heitir eins og við minni og ég alveg viss að Berke með sitt kerfi líka sem ég veit ekki alveg hvað það heitir en þeir bara þeir þarna á markaðinum, þeir bara mjög áreiðanleg og ótrúlega flott en þeir ekkert minna flókin heldur en það sem ég bjóð upp á og líka dýr bæði varðandi efni og vinna en náttúrulega samskiptin fara fram náttúrulega með snúru og segir bara ok, þetta líka bara það var einhver sérfræðing, þannig að ef ég með heimili og KNX-kerfi bila þá get ég ekki bara ringt í Peter Pall, það var að ringja í einhver sérfræðing sem með þessa túpa þekkingu og það ekki margir því og þannig að þetta maður kemur sér svolítið einhverja klemmu þarna að mínu mati sem ég myndi ekki vilja á og eins og segja, þetta líka bara dýrt og örugglega líka bara fínt fyrir fólk sem bara hefur efni að því en eins og segja, sko, þetta bara svona þessi snúrutengt kerfi en ég held að sko allavega svona mín sko að það meira verið að fara í þessi þráðlausu tækni. Það ennþá margir sem vilja bara halda við sín kabel og halda alltaf þessi miklu betur heldur en svona þráðlaust, það treystir því ekki alltaf en ég spyr alltaf við allir hérna með þráðlausan síma, það engin lengur hérna með einhver snúru síma, þannig að ég veit ekki hvort þetta sé bara, ég veit ekki hvað það eitthvað hérna sem bara fólk ennþá hérna fast við sem ég held það ekki vera fast við, það bara mitt mál. Já, en náttúrulega ég þarf líka náttúrulega að tala náttúrulega HomeKit sem frá Apple og Google Home sem frá Google og Alexa sem frá Amazon. Þetta náttúrulega svona kerfi sem einbeitir sig að hugbúna lausnum. Svona tiltölulega, þeir bara búið til vöru sem byggt á einhver svona skíalausn og þetta bara svona hugbúlausn, þeir ekkert að selja einhvern búnað, Google gera það ekki sérstaklega nema þeir kaupa einhver fyrirtæki eins og Nest en ég held að þetta sé meira svona, þeir vilja bara vera á sínu sviði og vilja ekki vera í sölu á búnaðum sko. En gera náttúrulega bara sitt bara mjög vel. Og svo bara þessi kerfi eins og Philips, ég segi bara Philips Hue, Shelly, Evelink, Viz, Ajax, Blight. Jesus minn, það örugglega sko hauga þarna sem þarna á þessu sviði.
en eins og ég segi alltaf, sagði áðan líka sko, að mínu mati þetta svona eiginlausnir. Þannig að sumt af þessum kerfum eins og Selji eða Evelink, þeir vilja stundum að vera eða viss, þeir vilja bara stundum vera fyrir allt, en eins og segi, fyrir mitt, ég var listu upp gröfurna áðan, geiturna á snjallheimiskerfiði, þeir geta bara einhvern brotaði. Þeir geta kannski bara ákvæmlega hluti en þeir geta bara brotaði. Það ekkert eitthvað svona helstætt að mínu mati, en eins og segi, þeir gera bara sína hlutverki að þjóna það vel, og ef þú vilt bara vera það, þá þetta bara fínt, en eins og segi, þetta bara eiginlausnir. Og svo svona snjallkerfi eins og Homey, SmartThings, Tuya, Fibaro, Hubidata og hvað þetta heitir ekki allt saman, sem svona helstu snjallkerfi sem til í dag, sem svona, já, og þeir hafa líka allt á þinn rétt, og sérstaklega Homey heldur myndi alltaf segja sé bara lausn sem bara mjög góð, og þó ég þekki þetta ekki alveg 100%, en það allir margir mjög ánægðir með það, en sko vandamál með þessum lausnum alltaf þeir alltaf byggja líka alltaf upp á svona stjórnstöðu eins og við með hérna. Það alltaf einhvern miðja sem þeir selja með, en sko málið það alltaf þetta lokalt kerfi. Það segir ef það kemur einhver ný útgáfa, þá alltaf að uppfæra búnaðinn minn. Og það svona eitthvað sem bara buggar mig svolítið. Sérstaklega Fibaro, það kemur út Fibaro, Home Center 1, 2 og 3 og örugglega einhvern tímann 4 og 5. Já, Home alltaf bara sama. Það kemur Home Pro og komið einhver nýtt útgáfa núna sem var bara mjög flott. Ég veit ekki hversu lengi það endast ekki 10 ár. Það veit ég. Tuya sama og Hubitat, ég veit ekki, ég búin að kaupa nú þegar 2 útgáfur því bara til að prófa, þannig að þetta svona mjög fljótt, ég segja fljótt, en þetta að úreldast tiltölulega rætt að mínu mati, og eins og segja, ég vil ekki alltaf kaupa neitt, ég vil bara nota einhverja litla tölvu, og sem ég veit þá að ég get alltaf uppfært og iPhone ekki up to date, það bara uppfæra hana bara. Ok, þetta tölum aðeins samskiptatækni, við og það örugglega líka svona mestu krauturinn til, og enginn veit hvernig það virka, og svona, og ég sagði líka áðan sko að þessi snjallheimiskerfi mest megnið að notast við samskiptatækni, þráðlausa samskiptatækni, og það alls konar dót til, og ég veit ekki hvort að ég hafi heyrt það, og allar snjallbúnaðar sem við getum keypt út í búð líka hjá mér, það byggist náttúrulega á mismunandi samskiptatækni. Eitt af náttúrulega það sem mest þekkt örugglega Wi-Fi. Ég segi alltaf að þetta náttúrulega bara, já, ég kem kannski líka inn á það þegar við tölum öryggi. Wi-Fi svona snjallbúnað ekki öryggt að mínu mati. Þannig að við þannig að ef við komum svona snjallbúnaður byggt af Wi-Fi sem búin til einhvers staðar í Kína, þetta svo alls saman litla tölvu, og ég þarf að setja inn notandanafn mitt og lykilorðið, og við passum ekkert á uppsetningu á netinu, þannig að við komum á sama neti og allt hitt orðið sem ég nota, þá mjög auðvelt að brjótast þarna inn. Þannig að þetta svona hluti sem ég náttúrulega með einhver búnað líka frá Selji sem að selja og sem líka mjög gott, og hefur svona sitt notanagildi, en ég myndi alveg forðast því að búa til allt mitt kerfi utan Wi-Fi. Þetta allar mín skoðun. Og fyrir utan það býða það líka náttúrulega álega á netið, og fyrir utan það þetta óokkurfrægt tæki, þannig að ef einhvern Wi-Fi skinnari, hann örugglega batterið það því mjög flott að tæmast. En náttúrulega kosturinn þarna, ég þarf ekkert að vera með einhver sérstakt stöð, ég get alveg nota routerinn minn sem nú þegar til á heimilinu, þannig að því leyti þetta örugglega einfalt til að nota.
Svo tala ég hérna Zigbee. Zigbee líka mjög mikið notað, fyrir utan til dæmis Philips Hue kerfi nota Zigbee-kerfið. Það já, þetta bara mjög oft þetta ekki augljóst sérstaklega hvaða samskiptatækni búnaðurinn að nota, en Zigbee mjög útbreitt í dag og bara með breiðasta og hagstæðasta vöruval sem ég þekki, og það góða við Zigbee að þetta svo byggja upp á svona mesh-kerfi, það að segja tækin getur við að tala saman þannig og getur bara endurvarpað signalið, þannig ég get náð mjög góðu útbreitti snjallheimili án þess að vera með endurvarpa þannig að þetta virkar bara mjög vel og líka bara ræðveikt og orkulítið, þannig að þó sé með einhvern skinneri þá getur bara raflaðan bara alveg dugast í 3 til 5 ár auðvitað. Svo Z-Wave hefur líka verið, Z-Wave, ég man aldrei hvernig menn segja þetta, sem hefur líka bara verið mjög mikið notað. En ég held að líka þetta sé að leiðinni út, ég sé ekkert margir sem að nota þetta, það líka svona takmarkað vöruval til þar, það nota sé bylgjulengd, sem getur verið bæði gott náttúrulega, og þetta nota allt hitt, nota líka 2,4 GHz, sem það allir að hamast á sama bylgjulengdinni, bæði Wi-Fi, Zigbee, Matta sem kemur aðeins inn og líka Bluetooth, allt saman á sama bylgjulengdinni, og ástæðan fyrir því það þarf ekkert leyfi, en fyrir Z-Wave þeir þurfa alltaf að búa að kaupa sér leyfi sem líka dýrt að viðhalda, en eins og segja, þarna þetta bara bæði með takmarkað vöruval og líka búnaðurinn dýr, en hann samt mjög góður. Svo til líka önnur samskiptatækni, ég veit ekki hversu mikið að forina þetta, allavega ekkert sem spila einhvert hlutverk á Íslandi, en ég vildi bara nefna til dæmis Homematic AP, það í mínu heimalandi í Þýskalandi mjög margir að vinna með það kerfi, en það bara einhver samskiptatækni sem alveg sé hannað og bara tala við ekki neitt annað. Þannig að þetta svona lokað kerfi, og til líka einhverja fleiri sem ég veit ekkert en þetta bara til að upplýsa ykkur. Svo þetta nýjasta nýtt sem Matta, eða þetta reynda samskiptatækni sem slíkt Thread og ekki Matta. Matta bara svona hugbúnaðurinn utanum Thread, sem alveg nýtt kerfi og á að vera töfralausn í þessu öllu saman. Það var bara náttúrulega þannig að því ég snillegin byrjaði fyrir nokkrum árum, það var komið alls konar samskiptatækni upp og vandamálið náttúrulega eða var, og ennþá í dag, að tækin tala oftast ekki saman, og segna þetta líka svona, þetta vildara vestri, að menn veit ekki hvað að kaupa og hvað virkar með hvað, en þeir segja náttúrulega að Matta á að leysa það af, þannig að allt saman þeim bara branda með Matta getur bara nota í kringum fyrir allt kerfi, þannig að ef við kaupum einhvern snjallbúnað sem Matta certified, getur bæði nota með Apple HomeKit eða Google Home eða Amazon Alexa eða allir sem nota Matta, þá getur verið viss það að ég get keypt það og lendi aldrei vandræðum. Þannig að þetta svona pælingin, og önnur pæling líka sem við gera þarna að þetta á að vera auðveld uppsetningu. Þannig að þeir vera alltaf með QR-kóda, að þú skannar bara kóðan og þetta kom inn. Þannig að þetta svona, þetta áverða þannig. Það kom náttúrulega lítið reynsla á það eins og en að okkar mati verða það ekki stafrækt fyrir en eftir 1 til 3 ár. Og með að segja, ef við tölum náttúrulega allt okkar kerfi byggt á Zigbee, það hefur náttúrulega bara, það eins og segja, vöruúrvalið alveg gífurlegt, og þang til að Matta kemur inn í sama klappið eins og eða sama vöruúrvalið og Zigbee dag, það tekur örugglega 3-5, eða eitthvað milli 3 til 5 ár.
Þannig að sko, ég myndi ekki en sko, eins og ég segi sko, mattæki er einhver töfralausn, allir fyrir mig eða okkar lausn skipta það ekki öllu máli. Eins og við byggjum allt saman okkar kerfi upp á Zigbee, þetta virkar alveg rosalega vel. Fyrir mig er þetta persónulega, er þetta svona, leysa ekkert vandamál. Út af því við erum bara mjög góðir með öllum búnaði sem til. Við þurfum ekki annan standard. Þetta kannski bara meira hugsað fyrir fólk sem bara til að auðvelda notkun á snjallheimilum. En ég held samt sem áður, það bara mín skoðun, alveg saman hvort þetta Meta, Zigbee eða Z-Wave, þetta alltaf flókið. Þetta alltaf flókið og ef ég hugsa þetta mömmu mína, gæti hún nota einhver snjallheimil þá það heiti með Meta? Ég hugsa ekki, ég segi bara nei. Þannig að ég veit ekki, það eins og segir bara öðlega margt gott þarna, en ég veit ekki, við eftir kannski sjá til og hvað gerist, en þetta svona eitthvað sem að koma og mun öðlega ráða fyrir næsta árin. Ég þarf aðeins að trífa mig, ég að tala mikið, ég aðeins að tala öryggi. Þetta bara náttúrulega mynd tekin af netinu sem aðeins að googla í gæf og að leita einhver mynd. Svona myndi sé alveg rosalega oft á netinu, á einhverjum Facebook síðum og eitthvað svona. Þannig eitthvað svona brunatæki. Þannig að þessi, ég tala að sneið ef snjallbúnum getur hittna mjög mikið við venjulega notkun og getur staða honum mikil eldhætta. Það að segja sko, ef við tölum svona búnað, það hittna ekki sjaldan upp í 50 til 60 gráður. Bara tæki sjálft. Bara við venjulega notkun eða bara standby. Þannig að gera ekki neitt og þannig að þannig mikil eldhætta í gangi. Það náttúrulega lítið þekking í boði og fullt af fólki fikti þessu bara sjálft heima sér og tróða sig einhver dósi ekkert að sko tengja þetta rétt og alls konar hluti. Þannig að með svona hættum þetta tiltölulega hættulegt. Þannig að það sem ég vill líka að koma og ég vill bara náttúrulega gera bara að koma meira þekkingu yfir rafvirkjananum. En sumar rafvirkjar hafa ekki heldur einhverja mikla þekkingu á þessum hlutum. En þetta þarf að vera, við þurfum að vera meira vakari í þeim efnum og ég þekki regluverkið ekki nógu mikið en við þurfum líka aðlaga regluverkið betur á þessum hlutum sem nú þegar komin inn á markað og taka tillit til þess. Það sem betur fyrir ekki verið orðslið en stórslið en það bara tímaspursmál þegar það gerist. Ég sagði líka bara að beða vikið fyrir snjallbúinni frá rafvirkjaverkið, Pathsloften, það eins og segir líka þessi lítla kubba verður bara eitt, við erum að passa okkur ef við setjum einhver dósa baki þannig að það sé bara nóg mikið loft, ekki tróða sig inni, þetta er bara svona pínulítið, þetta er bara mjög viðkvæmt. Svo aðeins að tala líka samskipti varðandi svona öryggi, svona persónulega öryggi, það að segja þannig að sko upplýsingar mínu öryggt, þannig að það til dæmis fullt af cloud-lausnum og svoleiðis, þannig að en hugmyndafræðin okkar að allt saman sem samskipti, allt sem við gerum bara staðbundið, þannig að þetta bara allt saman á staðnum og við skulum passa okkur ef við erum að notast við einhverja cloud-lausnum að nota einhverja lausn sko sem frá viðurkvæmdum aðila sem sérhæfa sig í tölvuöryggi og það nefnilega bara einungis eller bara Apple, Google eða Amazon. Fyrir mig til dæmis Amazon eða Shelly sem líka með sitt app og svona. Shelly fyrir mig notandi sem býr til góða vöru, góðan búnað en annarkvort menn búnaðarmein eða softwaremein. En að gera bæði, ég alltaf með stóra spurninga merki við það hafa nú þegar einhver gagnaleika orðið sko, en það, ég set alltaf með spurninga merki með það
að passa það að við erum að passa okkur með það. Ok, ég búin að kannski fram með þessi tíman og ég vildi samt aðeins að tala homosistent og af hverju við notum homosistent. Ég tala þessu miðjan þennan stjórnandinn, þannig fyrir okkur homosistent, þetta svo sagt tölva með einhver hugbúnað á og hann bæði til að stýra honum og fylgjast með honum og svo getum við búið til flotta sjálfvirknisreglur til að stjórna búnaði út frá ákveðnum rafrænum skilaboðum. Og af hverju notum við homosistent, það bara okkar skoðun þetta bara hugbúnaður og ég get bara setja hann upp á hvaða tölvu sem ég ekki bundin neinum hugbúnaði sem slíkt eða neinum vélbúnaði. Gífurlega mikið róðþróun. Þetta þegar mann kennist á GitHub þá þetta svona í top 5 repositoryum þarna 9.000 forritar vinna á hverjum einsta degi við þetta, þannig að þetta bara gífurlega vinsælt og við tölum líka svona útbreiðni, þannig að þið þekkið kannski snjallheimishópun á Facebook á Íslandi og það var gert einhvern könnun núna fyrir ekki svo löngu síðan og samkvæmt því homosistent notað sem mesta snjallkerfi sem menn að nota. Og ég segi alltaf hjálpræðisher, þannig að við alltaf með lausnir eða með fullt af fólki sem geta aðstofað okkur og hjálpa öðrum. Og eins og sagði líka áðan þetta svona eini búð sem ég þekki, það sem ég virkilega geti treyst á það og sagt að þetta lausnir fyrir allt saman. Fyrir alla þessar þörfur sem við erum með, alla lausnir sem við ætla að bjóða upp á, getur við með eitt kerfi sem bara virkilega geta fást við þetta viðfangsefni allt saman. Og eins og það sagði líka áðan það sem þessi framtíða hæfni. Þannig að ég þarf ekki endilega ef það kemur ný útgáfa eða nýja samskiptatækni, þannig að ég get bara nota hvaða vélbúnaður sem og ég bara uppfæra honum eða bara setja einhvern USB-dongel á hann eða eitthvað svoleiðis, þannig að ég þarf ekki endilega alltaf að kaupa 50, 60, 70, 80.000 krónur til að búa til að kaupa nýja stöð eða til að geta nýtt með nýja virkni. Já, svona kannski loka orðum svona í eigin hagsmuni, svona náttúrulega við erum alltaf að leita eftir rafvirkjum sem hafa áhuga að koma í samstarfi við okkur, vil kynna sér nýja leiða lausnir, órætt við að lenda í vesenu og sjá það sem tækifæri og ekki sem vandamál. Það svona mitt náttúrulega snjallhæmi, það náttúrulega ennþá í dag þetta ekki eins mikið vesen var fyrir kannski 3-5 árum síðan, en það náttúrulega ennþá vesen og ég skal aldrei taka það af. Það ekki alveg 100%, það sumir sem tala alltaf um hvað við, ég með 90%, en við erum ekki 100%, en KNX-kerfi, Free at Home-kerfi eða hvað sem ekki heldur 100%, þannig að það alltaf einhver vesen og við þurfum að skoða þetta sem tækifæri og ekki sem vandamál. Já, og náttúrulega, þetta náttúrulega fjárfesting bæði í vinnu, en ég held persónulega fyrir Raki þetta að þurfa að kynna sig þessa tækni og til að koma sér í betra markaðsstöðu á morgun. Þetta var bara allt, þakka kærlega fyrir. Já, fyrst afsökun á því, það var kannski hans fram yfir tíman. En ég gef náttúrulega öllum núna tækifæri fyrir að svara spurningum ef það einhverja. Ég veit ekki, ég vil líka með Teams, þannig að geta fólk líka sett þarna eitthvað inn og sjá. Chatið þarna, hvernig get ég... Ok.
Já, ekki eins og ég viti, en klálega á það heima þar. Og ég hugsa líka alltaf það eins sko miklu betra fit inn í minni fyrirtæki myndi ég halda þetta en einhvert heimili. Það bara alla mín skoðun á því. En eins og segi, sko hugsunin mín var alltaf náttúrulega að koma mig inn á þannig markað fyrir minni fyrirtæki. Og þetta náttúrulega líka rosalega erfitt að keppa á þessum enga markaði. Þannig að maður þarf alltaf að hafa einhverja fyrirtæki til að þjónusteldur til að koma sína lausnir hérna inn á. En eins og segir sko, lausnirna sem það hægt að leysa með Home Assistant bara miklu meira fit fyrir lítið fyrirtæki og ég alveg sannfæður það bara stór tækifæri hérna. Og þetta geta búið upp á margir flotta lausnir og sníðar lausnir og fyrir tiltölulegan lítinn kostnað. Já, já, það spurning Krempton frá Reykjafelli. Nei, og ég glimti kannski að segja það áðan sko, það líka eitt af þeim kerfum sem eru örugglega mjög góð. Ég allavega ekki búinn að heyra neitt, eins og segja, ég þekki þetta ekki sjálfur, ég heyri allavega ekki slæmasögu og það einhver sem hafa notað Krempton-kerfið og örugglega ánægð. En ofta, ég get ekki, það til svo mörg önnur kerfi sem ég get ekki. Ég reyndi það einhvern veginn til að prófa þetta allt saman, en það bara ekki hægt að sko prófa þetta allt saman. En eins og ég segi sko, ég myndi alltaf varast við einhver kerfi það sem ég kemi einhverja sko, í einhverja sko, í eitthvað sem ég get ekki koma út úr. Eins og ég sagði líka áðan sko, þá vill ég alltaf geta notað hvaða búnað sem ég vill ekki vera bundið við ákveðna framleiðanda. Þannig að líka sko, ef þið sjá líka heima sem ég testa að prófa alls konar snjallbúnað og ef ég veit að snjallbúnað virka ekki bara fyrir það sem við hannað, heldur bara fyrir önnur kerfi og opið til að notast við önnur kerfi líka, þá ég ánægður. Það þarf náttúrulega vera að skila sínu, það var áreiðanleg og hagkvæmt, það bara þessi markmið, en ef Krempton-kerfið bara svipað og með gott vöruúrval og ég get notað hvaða kerfi sem þá hef ég ekkert að móti og má alveg nota það líka. Eins og segi, ég þekki það ekki, ég veit að Ómar þú hefur mikið talað Plate var kallað. Ég þekki það ekki heldur nógu vel, en ég veit líka að það einhver að nota það líka. En og aftur, það fer alltaf eftir use case, en eins og ég sagði sko, ég veit með Home Assistant, það skiptir engin máli hvað verkefni koma fyrir hendi, ég get alltaf leyst það. Það tekur bara, kannski mismunandi flókið og kannski bara mismunandi, mismunandi mikið effort sem það var að setja í þetta, en ég veit, ég bara, og ég vill ekki vera, og það fór alltaf í taugra mér, sko, þegar ég var að prófa hinn og þetta, það var alltaf eitthvað sem ég gat ekki gert. Og ég komst alltaf mjög fljótlega á svona enda á einhvern vegg sem komst ekkert yfir. Og það var svona, það eitthvað sem ég bara þoli ekki, og eins og segja bara, með Home Assistant bara, það engin veggur, það bara sky's the limit. Það bara það elskar við, en eins og segja, ég get ekki, og það getur líka önnur kerfi getur líka gert það sama, og sumir bara sætta við það að vera í lokuðu búri bara fín þar, og það allt í lagi, og það allt í góðu lagi. Ekki misskilja mig. Ég vona það svara spurningunni. Já, það bara mikið af þessum búnaði bara þannig í dag. Já,
það alltaf bara kannski einhver búnaður sem alltaf tengt með kattsnúru, PoE búnaður eitthvað svoleiðis, en busskerfi ég ekki það, og eins og sagði líka áðan sko, þá sá búnaður sko, ef við tölum einhver busskerfi eins og hjá frá Friatóm og Gira Enet, ég búin að heyra einhverja sögu, og ef við segir mér sko hvað sá búnaður kostar, þá ég stundum mér finnst þetta bara stundum ótrúlegt, en eins og segja, hann mjög flottur, og menn sem vilja bara vera það, eiga að vera það. Ég tek þetta bara, ég ætla enginn að koma yfir til minn sko, það var hvata ekki að mér sko, ég vil bara svona meira svona þessi vekja áhuga á eða koma mínu sjónarmiða á framfæri, en ég tala ekki neitt hart fyrir þannig séð sko, en náttúrulega við getum líka alveg notað alls konar tengingu við einhverja hardware, við getum náttúrulega tengst einhver kerfi gegnum Modbus eða eins og segir sko, OneWire til dæmis, það líka bara náttúrulega mjög mikið notað standard, og mikið af skinnerum eða mikið af stjórnbúnaði getur líka verið OneWire, og við getum líka alveg stýrt það, en það ekkert eitthvað mikið útbreitt, þannig að sko það náttúrulega bara flesti að fara þennan markað á þennan þráðlausan markað, og við sjáum bara eða ég fæ líka rosalega mikið af alls konar tilbúðum að selja hina þessu vöru, og þetta allt saman allt saman bara þráðlaust, það bara þannig, það ekkert. Já. Já, sko, eins og ég sagði með Zigbee-kerfi, þetta svona Zigbee-kerfi bara svona sem virkar algjörlega lokalt, og það líka þráðlaust kerfi, en Zigbee-kerfið fyrir ekki gegnum ráturinn, það bara alveg sitt eigið kerfi, þannig að ég með svona coordinator eða einhvern kubb sem bara stýra þessu öllu saman. Þau samskipti alltaf sko verndað með ákveðni netlykil, með einhvern lykil, þannig að samskiptin þurfa alltaf það ekki hægt að þreifa á þeim sko með einhver aðram Zigbee sniffer eitthvað svoleiðis sko, það bara ekki hægt, og þessi samskipti fara aldrei út úr húsi sko. Já, það alveg mjög öruggt í dag, já, það alveg klárt. Wi-Fi, eins og það með Wi-Fi, þetta bara, til þessum seljubúnaðin, sko, hann ekki allir þessi gamli búnaður, eða flestir nota það ekki svona encrypted, það bara nota bara HTTPS en við HTTPS, þannig að þessi samskipti fara bara beint, og ef einhver kemst inn á netið, og þá þetta bara mjög einfalt að komast yfir til dæmis yfir notanafn lykla á Wi-Fi netið, og þá kannski strax komin inn á allan, ég get bara séð allan búnað, og þá get ég bara reynt að brjótast inn í einhver tölvu frá hinum þessum, þannig að þetta bara fyrir menn sem góðir þessu, raun sko ekki stór mál að brjótast inn gegnum það, og eins og ég sagði áðan sko, ég þurfti að nota svona Wi-Fi búnað fyrir snjallhæmi, þá þarf það alltaf að vera á einhver algjörlega síðan neti sem algjörlega stúkað af hinu, og það þarf töluverða þekkingu til þess að geta gert það, en þetta svona eitthvað sem það passir á, eins og segir, það getur alltaf verið eitthvað öryggi, þetta svona svolítið til að hugsa hvað maður notar. Okay. Ég sé ekki fleiri spurningar hérna. Ef það ekki fleiri spurningar út af sal, þá
eins og segi enn og aftur, ég bara þakka kærlega fyrir boðið og haft ekki komast hérna. Ég vona að þetta var athyglisvert og kom bara smá sólarljósi inn á einhverja bæir og já, við bara takk fyrir og sé bara bless. Já, bye bye.